Já, komið sæl og blessuð. Ég heiti Kristján Þorvaldsson og sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs hjá Sjúkratryggingum Íslands. Ég ætla aðeins að fara yfir hvernig stafræn vegferð verður til og koma að okkar reynslu í því. Og hvað það sem skiptir raunverulegu máli þegar farið í slíka vegferð. Og eins og þið þekki kannski í umræðin í dag, þá eru helstu tískuorðin stafræn umbreyting, stafrænar umbætur eða stafræn vegferð. En þetta þýðir kannski mismunandi hluti fyrir mismunandi fyrirtæki. Ef við nefnum sem dæmi 5 manna lögfræðistofu í Kópavogi hefur eflaust aðra væntingar til stafrænnar vegferðar heldur en segjum 500 manna framleiðslufyrirtæki í Garðabæ. En af því við erum að tala um vegferð, þá er ágætt að hugsa flugferð. Mörg eitthvað kannski þekkja til að hafa fengið að sitja við neyðarótgang og fá meira fótapláss. Og áður en haldið að stað í flugferðina, þá kemur fluglið og spyr, ertu viljugur og ertu fær? Og við höldum, og eftir okkar reynslu, að þá er það kannski þeir tveir hluti sem skipta máli í vegferðinni. Ertu viljugur og ertu fær? Og hvað þýðir þetta? Jú, þetta þýðir, ertu með nægilega hæft fólk til að taka þátt í vegferðinni og ertu með vilja, þar að segja þor, til að keyra breytingar áfram og vinna þar áfram með hópnum og ná árangri. Þannig að vilji og geta er lykilatriði til að koma stafrænum umbreytingum áfram. Sjúkratryggingar réðust í umfangsmiklar skipulagsbreytingar haustið 2021 og hugmyndafræðin á bak við þær var að straumlínulega stjórnun til þess að ná betri árangri. Og eitt af markmiðum breytingana var að færa málaflokka upplýsingatækni á annan stall til jafns við aðra málaflokka innan sjúkratrygginga og koma rödd upplýsingatækni inn í framkvæmdastjórn sem skiptir gríðarlegu máli þegar rætt hluti, ákvarðanir eru teknar til þess eins að ná árangri á sviði upplýsingatækni og nýta upplýsingatækni sem hvata fyrir starfsemina. Í kjölfarið af þessum breytingum þá var komið upp öflugu og kröftugu teymi sérfræðinga á nýju sviði sem að vinna náið með okkar góðu samstarfsmönnum innan sjúkratrygginga, jafnt sem utan. Og eitt af lykilskrefunum eftir að búið var að búa til teymið og koma upp formlegu stjórnskipulagi í kringum upplýsingatækni, það var að búa til leiðarljósið, stefnuna, átt að sjá hvert við værum að fara og hver tilgangurinn væri. Og við ákváðum að fara fram á stefnulega leið. Í miðju COVID ákváðum við að vera með hópvinnu með öllum starfsmönnum hvað stefnan ætti að segja. Og ég held að hafi gengið bara nokkuð vel. Fjarfundarlausnir eru býsna góðar. En við notuðum líka upplýsingar frá okkar viðskiptavinum sem höfðu bent okkur á fjölmarga þætti sem við hefðum getað gert betur. Og við nýttum það sem mat inn í stefnuna. En stefna er bara orð á blaði þangað til hún kemur til framkvæmdar. Þið þekkið það eflaust mörg. Þannig að við hrindum af stað stefnumarkandi aðgerðum til þess að tryggja það að stefnan hefði fótfestu í okkar starfsemi. Og við tryggðum að eignarhald upplýsingatækni væri á einum stað sem er mjög mikilvægt. Við ákváðum líka að hlusta á viðskiptaeiningar innan sjúkratrygginga hvaða verkefni væru mikilvægast á hverjum tíma. Þannig að við gáfum einingum innan sjúkratrygginga vald til þess að forgangsraða þeim verkefnum sem skipta máli hverju sinni. Og þetta gerðum við bæði fyrir deildir og svið til að tryggja það að verkefni sem við erum að vinna hafi eitthvað raunveruleg tengsl gagnvart okkar viðskiptavinum og hjálpi þeim í að fá betri þjónustu. En það er ekki bara að velja réttu verkefni, það er líka að vinna færri verkefna hverju tíma. Þegar við hófum þessa vegferð voru 200 verkefni í fyrsta forgangi, öll í vinnslu. Þið getið rétt ímyndað ykkur hver árangur var að því. Hann var nærri engin. Þannig að við fórum í það að vinna færri verkefna hverju tíma til þess að ná árangur í þeim verkefnum sem að skipta mestu máli hverju sinni. Og svona til að hafa fulla stjórn á málum, þá komum við upp svokölluðu verkefnaráði sem er þá æðsta ákvörðunarvald fyrir ofan þessi deildar- og sviðsráð til þess að tryggja að samræmi væri milli málaflokka og ef það kemur til að þyrfti að taka erfiðar ákvörðunir, það væri hreinlega bara ekki til nægt fé til að gera allt, að þá sér verkefnaráðum að taka þá umræðu og komast að niðurstöðu. En hver er svo ábatinn á öllu þessu brölti? Ég ætla að koma inn á nokkur verkefni. Í þjónustukönnum undangengina ára þá hefur vefurinn okkar borið reglulega á góma og ábendingarnar hafa ekki verið góðar
og þarfar til að bregðast úr. Helsta umkvörtunarefni var að vefurinn hann aðlaði sig illa að skjástærðum, sem var sannarlega rétt því hann var búinn til árið 2008. Og í annar stað að efni á vefnum væri óskiljanlegt fyrir íslenskan almenning, sem alveg rétt því að það var mjög lögfræði skotið og það ekki hægt að gera kröfu til allra að þeir hafi sérfræðiþekkingu á lögum. Þannig að við ákváðum að ráðast í samstarf við Stafrænt Ísland. Stafrænt Ísland býður upp á að stofnanir komi með vef sinn inn á island.is og við ákváðum að fara í þá vegferð og sjáum sannarlega ekki eftir því að nýr vefur í fyrsta lagi nokkuð góður og við komum vel ásýnd okkar á framfæri, en við höfum líka tryggt að allir sem fara á vefin okkar geti neytt hans óháð færni og það er mjög mikilvægt. Við ætlum ekki að skilja neitt út undan. En kannski rúsínan í pylsuendunum var sú að efnið sem við vorum að miðla til aðila var endurskrifað. Skrifað þannig að allir getu neytt þess, það væri auðskilið og fólk geti átt að sjá hvað mismunandi málaflokkar gera. En markmiðið náttúrulega að byggja upp þekkingabrunn á einum stað. Og það höfum við gert núna með að færa vefun okkar inn á island.is. Nú eru okkar upplýsingar það málaflokkar sem við vinnum hjá Sjúkratryggingum komin á einn stað á island.is. Og svo spillir ekki fyrir að vefurinn hefur fengið frábæra viðtökur. Vefsíðan okkar með mestar heimsóknir frá 1. júlí af öllum síðum sem á island.is eru. En við látum ekki staðunum með þar, því að við höfum átt í mjög góðu samstarfi við Stafrænt Ísland önnur málefni. Meðal annars tókum við þátt í að þróa umsóknarkerfin á island.is og það var gert samhliða því að fyrsta umsóknin sjúkratryggingu, sem fyrsta umsóknin okkar, var unnin. Og það má eiginlega segja, talsvel nýlunda, að í stað þess að biðja fólk að fara milli margra stofnana og afla gagna og koma svo með til okkar, að þá náum við í þessi gögn frá 4 opinberum aðilum á vélrænan máta, það þarf enginn að fara neitt, allt samkvæmt skilgreindu regluverki og uppfylltum lögum, fáum við þessar upplýsingar til að taka afstöðu sjúkratryggingastöðu og keyra umsóknin áfram. Þetta allt gert í gagnvirku ferli og eykur mjög upplifun notandans og eykur þægindi. Og við héldum áfram þegar þessu var lokið. Við settum í loftið og unnum nýja umsókn sem heitir tilkynningu slys og svo umsókn miðar að því að safna upplýsingum vinnuslys eða heimilisslys og önnur slys og það gert líka í gagnvirku ferli til að auka þægindi notenda. Nú við sjáum fyrir okkur mikil tækifæri þegar kemur að öruggum gagnaflutningi og við höfum byrjað og hafið vegferðina með X-Road. Og X-Road svona lykilatriði í þeirri vegferð að geta komið gögnum örugglega á milli mismunandi aðila. X-Road oft kallað straumurinn fyrir þá sem kannski þekkja ekki X-Road en íslensku orðið frekar. En dæmi nýlega vefþjónustu sem við höfum sett upp í samstarfi opinberra aðila eru meðal annars upplýsingar sjúkratryggingastöðu sem eru notaðar í verkefni sem tengist framleiðslutengdri fjármögnun í heilbrigðiskerfinu. Einnig upplýsingar vinnuslys og hér áður var það þannig að það fóru gögn á pappír frá okkur til vinnueftirlitsins og svo núna í seinni tíð skönnuð PDF-skjöl eða tölvuvæn PDF-skjöl en á hinum endanum eins og Andri kom inn á fyrir í dag var einhver sem stimplaði gögnin inn í annað kerfi. Nú getum við tryggt að gögnin fari vélrænt á milli sem mikil breyting. Og síðast en ekki síst, þriðja vefþjónusta sem við höfum sett í loftið vefþjónusta sem tengist lyfjaeftirliti og við höldum bara áfram á þessari vegferð. Nú, markmiðið hjá okkur hefur verið að búa til nýja lausnir sem auka þægindi viðskiptavina en einnig tryggja öryggi í vinnslu. Og bara svo við nefnum dæmi nokkuð verkefni sem við höfum farið í okkar stafrænu vegferð. Eitt af því að kerfisvæða mikilvæga málaflokkar sem áður voru unnir í skjölum og sameignardrifi. Stóri málaflokkar sem mikla fjárhæðir tengjast og lítil mistök geta verið alvarleg. Þannig að við kerfisvæddum þessa málaflokka til að auka skilvirkni og til að tryggja það að rétt væri farið með almannafé við rekstur málaflokkana. Nú við gerðum einnig hugbúnaðarlausn sem tryggir betri upplifun okkar viðskiptavina í gegnum síma. Í dag getum við auðkennt hver það sem á hinni línunni með rafrænum skilríkjum og getum þar að leiðandi veitt betri upplýsingar í síma. Áður fyrir þurftum við því miður að segja við vitum ekki hver þú ert, við getum ekki veitt þessar upplýsingar sem ekki beint besta upplifun notenda.
Og svo höfum við einnig horft til öryggis í þróun okkar lausna. Við innleiddum öryggislausn sem tryggir einhverjum auðkenningu eða single sign-on inn í okkar lykilkerfi og ver þar af leiðandi upplýsingar sem eru í okkar kjarnakerfum. Við höfum einnig hafið uppbyggingu á vöruhúsi gagna og byggt nokkra gagnatenninga og það gerum við til þess að efla okkar greiningagetu, bæta okkar eftirlit, gera okkur kleift að upplýsa betur bæði almenning í landinu og yfirvöld það sem við erum að vinna með. Og síðast en ekki síst til að geta tekið betri ákvarðanir á grundvelli gagna sem lykilatriði. Byggja út frá gögnum sem við höfum notað úr okkar kerfum, splæst saman og unnið áfram. Til að styðja við öfluga hópvinnu þá höfum við innleitt Microsoft 365 og nýtum markvisst lausnirnar sem í boði í því lausnaframboði og það hefur skilað miklu. Við höfum einnig nýtt aðrar skýjalausnir eins og Atlassian suítuna til þess að vinna í afmörkuðu verkefnum til að lækka rekstrarkostnað, auka öryggi og jafnvel auka upplýsingagjöf eins og sjást má á stöðusíðun okkar status.sjúkra.is þar sem við tilkynnum allar breytingar kerfa. Og hvað tekur þá við? Hver eru næstu skrefin í þessari vegferð? Eins og hefur komið margoft fram hér í dag að þá deilum við þeirri sýn með Stafrænu Íslandi að íslenska ríkið á að vera með einn stað þar sem upplýsingar eru veittar. Og það þannig að fólk áttar sig ekki alltaf á hvað stofnanir heita eða hvaða stofnanir gera hvað. En það vita allir að Ísland.is til og þar eru upplýsingar. Og við deilum þeirri sýn að taka þátt í því verkefni að byggja upp upplýsingaveitu og upplýsingagátt ríkisins á einum stað. Og við höfum hafið samtal við Stafrænt Ísland að koma okkar þjónustugátt sem í daglegu tali nefnist réttindagátt, koma þeim upplýsingum sem þar eru inn á mínar síður á Ísland.is. Og við sjáum líka mikil tækifæri í að halda áfram þeirri vegferð að þróa rafrænar umsóknir og rafræn umsóknarferli með að nýta umsóknarkerfi Ísland.is og við sjáum mikil tækifæri meðal annars í að koma umsóknum ES-kort þangað inn. Og ES-kort nú bara held í vinsælustu kort landsins, meira notuð jafnvel en kreditkort. Allavega sjáum við það í sumar, landin að fara til útlanda mikið og þetta mjög mikið sótt. Og þar sjáum við tækifæri að bæta og jafnvel eru tækifæri til að stafvæða það korti sjálft sem nú á plasti. Við viljum halda áfram að útfæra restvefþjónustur í gegnum strauminn, við sjáum mikil tækifæri þar, tryggja örugg gagnasamskipti og við sjáum líka að við viljum fjárfesta í endurnýjun og tækni og halda áfram í að greina og kortleggja hvar við stöndum með það að sjónarmið að endurnýja eldri tækni og tryggja að hún hafi góða endingu, öryggi og afköst. Og svona kannski í lokin að því að skýið hefur nú verið nefnt hérna, við sjáum mikil tækifæri í skýjaþjónustu og skýjahýsingu í tengslu við skýjastefnu ríkisins og við sjáum þar mjög góð og mikil tækifæri þar sem við getum bætt sveigjanleika, bætt öryggi og jafnvel upptíma. En svona endingu þá langar mig að þakka nokkurum hópum. Fyrsta lagi að þakka okkar viðskiptavinum fyrir frábærar ábendingar hvernig við getum bætt okkur í að þjónusta betur. Okkar frábæri þjónustöðaðilar sem vinna nótt við 19 dag að hjálpa okkur í þessari vegferð því að þetta teymisvinna, þetta ekki bara á höndum eins eða tveggja. Og svo starfsmenn sjúkratrygginga að taka þátt í þessum jákvæðu breytingum sem að verða hjá okkur. En kannski síðast en ekki síst, þessu fallega fólki sem á myndinni, sem segir yfirleitt já með bros á vör þegar að yfirmaður þeirra kemur og biður eitthvað. Ég segi bara takk fyrir mig. Leyfa þær að standa aðeins hjá mér því við höfum smá tíma og fólk hefur áhuga á sjúkratryggingum sem vel og mjög gott. Hér spurt, hvað tók það ykkur langan tíma að færa vefinn á Ísland.is? Svona, offisíal svarið lengri tíma en ég hefði viljað. Við vorum, ef við bara svörum þessu stuttlega, við vorum með markmiðum að gera þetta á 3 mánuðum. Það var ekki alveg málið. Við lengdum þann tíma aðeins en ég held tók þetta ferli cirka ár en þó ber að nefna að við skiptum að þessum kurs í miðri á. Við ætlum bara að hafa þetta í stöðluðu útliti en svo fengum við þá hugmynd að fara aðeins í endurmörkun og breyta ásýnd okkar út af við og við náðum að nota það form sem að Stafrænt Ísland býður og gera svona smá okkar tvist á það og það bara kemur ansi vel út.
Þannig að Glæsilegt. kannski ár, ég veit það ekki, en það þarf alltaf að gera sér grein fyrir því að með því að færa efnið á stafrænt inn á Ísland.is þá þarf að endurskrifa það og gera það eftir efnistefnunni. Það er ekki nóg bara að taka gamla dótið og henda því í loftið. Það er ekki leiðin. Það er ekki leiðin, ekki smart heldur. Nei. Önnur spurning, hvernig aflar sjúkratryggingar gögn frá notendum? Hvernig aflið gagna? Það er náttúrulega á mismunandi vegu. Við erum með gáttir þar sem við tökum við gögnum sem fólk sendir okkur. Okkur berast gögn á pappír sem að við færum á stafrænt form. Það eru svona 2 meginleiðirnar. Svo náttúrulega með umsóknarkerfi Ísland.is þá tökum við gögnum í gegnum það umsóknarkerfi. Þriðja og síðasta spurningin, getur þú sagt okkur meira um það hvernig þið hafið þjálfað starfsfólk sjúkratrygginga í þeim tæknibreytingum sem þið hafið náð fram og unnið við? Já, bara takk fyrir frábæra spurningar og þessi er eiginlega í uppáhaldi. Við höfum farið þá leið að vera með svokallega nestisbókastundir, þar sem við erum með fræðslustundir, ýmist í fundarsal eða í gegnum Teams, þá tekið upp og þar reynum við að koma skilaboðunum á framfæri. Glæsilegt. Kærar þakkir fyrir, virkilega áhugavert og gaman að sjá. Hér er spurning í sal. Já. Já. Hún var ekki rétt. Hún var ekki rétt hjá þér. Ég hef alltaf rétt hjá mér. Kastaði henni fram. Já, ef ekki endurtaka spurninguna. Hvernig orða þetta? Hvernig afliði gagna sem mat inn í ykkar stefnu? Já. Það er mjög einfalt. Við gerum þjónustukannanir reglulega og þar er komið á framfæri fullt af áhugaverðum punktum og við notuðum nánast alla þessa punkta. Reynda sjáum við svolítið rauðan þráð þegar við grúpum þetta saman. Það eru 20 manns sem að benda á að vefurinn er ónothæfur, þannig að við tökum það til okkar. Glæsilegt. Kæra þakkir, Kristján. Takk fyrir.